632. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn í Hljómahöll þriðjudaginn 17. maí 2022 klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sandnes, Styrmir Gauti Fjellsteð og Guðbrand Reynarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem að rita fundargerð. Ég gerir ráð fyrir að Gunnar Þórarinsson sé væntanlega á leiðinni, já. Gunnar Þórarinsson mættur. En ágætu bæjarfulltrúar, þessi fundur síðasti fundur þessa kjörtímabils og þessara bæjarstjórnar og færist því sögubækurnar sem slíkur. Og þegar maður horfir tilbaka þá eins og örskotsstund hafi liðið, en hér erum við að tala 4 ár sem hafa verið uppfull af ánægjulegum sigrum, miklum áskorunum og hefur okkur tekist að sigrast á þeim flestum. En það eru að venju einhver mál á dagskrá þessu fundar og þau eru 7 í þetta sinn og eru eftirfarandi. Númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 5. og 12. maí og númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. maí. Númer 3 fundargerð lýðheilsuráðs frá 10. maí. Númer 4 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 10. maí. Númer 5 fundargerð velferðarráðs frá 11. maí. Og númer 6 sjálfbærniskýrsla Reykjanesbæjar og að lokum munu þeir bæjarfulltrúar sem eru að stíga út úr bæjarstjórninni fá að segja nokkur orði að lokum. En ég vil þá byrja á því, ágætu bæjarfulltrúar, að gefa orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 5. og 12. maí, orðið laust. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem undir fundargerð frá 5. maí frá bæjarráði. Langar aðeins að nefna hérna fyrsta mál, fagháskólanám í leikskólakennarafræðum. Háskóli Íslands og Keilir hafa boðið upp á fagháskólanám í leikskólakennarafræðum. HÍ hefur borið faglega ábyrgð á náminu og Keilir borið ábyrgð á umsýslu. Og undir þessum lið stendur að stefnt að því að halda áfram með námið og Kjartanum og Kjartansinni bæjarstjóra falið að vinna áfram í málinu. Ég fagna því að þessu skulle vera haldið áfram hér í Reykjanesbæ. Þetta náttúrulega, þetta mikilvægt fyrir alla í Reykjanesbæ sem eru að fara að sækja leikskólapláss á okkar leikskólum og fleiri leikskólum sem verða vonandi tilbúnir fljótlega einhverjir, en það nokkrir í bígerð. En við höfum talað mikið það á undanförnum vikum að það nefnilega ekki nóg að byggja leikskóla. Við þurfum að hafa gott fólk sem starfar á leikskólanum og þetta klárlega þáttur í því að efla menntun og við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að hér séu menntaðir, fagmenntaðir leikskólakennarar og því fagna ég þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður, orðið laust. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að nefna nokkur atriði úr fundargerð bæjarráðs 7. maí, 5. maí afsakið. Taka undir orð þess sem var að tala hérna áðan, fagháskólanám í leikskólakennarafræðum. Við stefnum á að þetta haldi áfram og teljum okkur að vongóðum það og tilbúinir að leggja fjármuni í það ef þess þörf. Mér langar líka að nefna hérna kannski dálítið stórt mál, en það Bjarg íbúðafélag. Það umsókn stofnframlag.
Við fengum erindi frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem óskað er eftir staðfestingu frá Reykjanesbæ vegna umsóknar Bjarg íbúðafélags. Þetta er samkvæmt lögum og það sem óskað er eftir staðfestingu sveitarfélags vegna umsóknar íbúðafélagsins og var það samþykkt á fundunum sem er til fyrirmyndar en stefnt er að því að byggja alltaf 24 íbúðir hérna í Dalshverfi núna og hefja framkvæmdir vonandi núna á haustmánuðum. Og það er það sem í raun og veru staðfesti er síðan síðar að við felum bæjarstjórum að ganga frá samningi þar að lútandi. Sama gildir Brynju húsjóð. Við erum að byggja núna 7 hýsi og stefnum að því að auka það tvöfalt, byggja önnur 7 húsnæði fyrir fatlaða og hugsanlega lengra en í framtíðina munum við gera samkomulag við Brynju byggingu 2 íbúða á ári til framtíðar. En mér langar kannski að segja hérna á nota tækifærið að þakka ykkur öllum fyrir samstarfið, sérstaklega er ég nú að tala samstarfi í bæjarráði. Það hefur ríkt mikil trúnaður meðal bæjarfulltrúa sem er nauðsynlegt í stofnun eins og bæjarráð þar sem málin eru rædd til hlítar og unnið er að lausn ýmsa erfiðra mála. Við höfum tekist á eins og gengur en í heildina þá held ég svo út að segja það að samstarf hafi verið til fyrirmyndar í alla staði og ég vil bara þakka ykkur sérstaklega fyrir það samstarf og það er ekki sjálfgefið að það hafi gengið svona vel eins og það gerði. En á sama tíma þá vil ég líka þakka ykkur félögum hérna í bæjarstjórn. Við höfum tekist á ýmsum málum og en yfirleitt náð að lenda hlutum farsællega fyrir samfélagið og það er nú kannski einkenni þess að vera í bæjarstjórn í sveitarfélaginu eins og Reykjanesbæ að við tökumst á en á endanum að þá reynum við að finna lausnir sem er í hag fyrir alla. Og það er ánægjulegt að finna það og vita að bæjarfulltrúar eru ekki að hugsa þennan gæsalappa raskat á sjálfum sér heldur eru að hugsa samfélagið sitt og þakka ég fyrir það. Gangi ykkur vel hvert sem þið farið. Takk. Jóhann Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Varðandi það sem að Anna Sigríður bæjarfulltrúi minntist á hérna fagháskólanámið. Það er ánægjulegt að segja frá því að ég er búinn að fá upplýsingar frá Keil það það fjármagn frá ríkinu er komið gegnum Háskóla Íslands. Verði þörf á því að sveitarfélögin komið að málinu, þá efast ég ekki það að þau muni gera það, en þetta bara lítur vel út og það er mikið fagnaðarefni. Stóð til að reyna mögulega að bjóða upp á þetta nám fyrir fleiri sveitarfélög og ég er að vonast til þess að Keilir geti haft forgöngu það. Ég held að starfið þar sé til fyrirmyndar og geti nýst fleiri sveitarfélögum heldur en bara hér á Suðurnesjum. Þannig að það er fagnaðarefni og ég vildi bara koma hér upp og tjá bæjarstjórn þessar fregnir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Að því að ég fæ svo skamman tíma til að flytja kveðjuræðina, þá ætla ég að byrja á henni núna. En nei, ég ætla aðeins að taka fyrir nokkur mál bara sem eru hér. Við Guðbrandur Einarsson fengum þann kaleik að velja listamann Reykjanesbæjar og það kannski helgast af því að það er búin að vera lengi tengdur menningarráðinu og alltaf með skoðanir á þessu og láti sér heyra. En þannig að við komum með, eins og kemur þarna fram, með tilnefningu til bæjarráðs. Þannig að spennan verður áfram þangað til á 50. morgun þegar þetta verður opinberað. Margt annað náttúrulega sem var að gerast þarna í bæjarráðinu og það sem að ég svona velta fyrir mér er í fundargerð stjórnar Brunavarna Suðurnesja. Það sem kemur fram að stjórnin hafi ákveðið að framlengja samningin við slökkviliðsstjórann, Jón,
hann mætar mann sem hefur skilað góðu verki og við vorum í opnunarhátíð mikilli í nýju húsnæði Brunavarnar, stórglæsilegt. Og það sem ég bara áhyggjur af er að það er verið að framlengja ráðningarsamning við hann fram yfir aldur sem að ætlaður opinberum starfsmönnum. Samkvæmt lögum um opinbera starfsmenn þá eins hvað sem manni finnst það, þá ber að segja þeim upp þegar þeir verða 70. Og það Jón Guðlaugsson stendur á 70. Þannig að þetta bara vangaveltur og fyrirspurn til formannsins hvort að þetta haldi allt saman. Takk fyrir þetta, Baldur. Áður en að ég hleypi næsta að, þá vil ég vekja athygli á tölurugli í fundargerð frá 5. maí, annars vegar í 4. og hins vegar í 5. lið. Þetta víxluðstölur, þannig og það búið að leiðrétta þetta handskrifaði í fundargerð. Þannig að í fyrri lið eða 4. lið var verið að samþykkja 12% af áætlaðan byggingarkostnaði upp á rúman milljarð, en ekki 350 milljónum. Og í seinni liðnum, sem þá til Brynjuhússjóðs, þarf að vera að samþykkja framlag af 350 milljónum en ekki milljarði. Þannig að svo að það sé á hreinu að bæjarfulltrúar geri sér grein fyrir þessu. Margrét Sandnes hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem hérna til þess að nefna 2 mál sem voru á fundi bæjarráðs 5. maí síðastliðinn og það og bæti við út af háskólanámi í leikskólakennarafræðum. Þetta risamál, við erum með 26% fagmenntara í leikskólanum okkar og erum að fara að byggja eða hefja hönnun og fleira á fleiri leikskólum þannig að þetta þynnist út. Og það mjög gott að eins og bæjarfulltrúi Jóhann Friðrik kom inn á að það búið að tryggja fjármagn til Keilis en þetta að hluta til eða eins og þetta fjarnám sem að Háskóli Íslands kallar að það kannski í skilningi fjarnáms ekki sá eins og aðrir háskólar tala fjarnám og því leggjum við áherslu á að skoðaði verði fleiri möguleikar, ekki veitir af, okkur vantar mikið leikskólakennara og vil ég beina því til bæjarstjóra að ræða við þá sem að bera ábyrgð á leikskólamálum hér í sveitarfélaginu að skoða hvort ekki ætti líka að skoða nám í gegnum MSS og aðra háskóla, hvort að möguleiki sé til að semja við eins og Háskólann á Akureyri eða aðra þannig að enn fleiri fari í nám og þá sé kannski annars konar nám að ræða. Þannig að fólk hafi val, þannig að allir þeir sem hafa hug á því að fara í nám geri það. Hitt sem ég langar að nefna markaðsstefna Reykjanesbæjar. Hún kemur fyrir í mörgum fundagerðum og þarna finnst mér ruglingslegt orðalag og hefði eflaust átt að nefna það fyrr en þetta kom sem kynning til okkar hér fyrir bæjarstjórnarfund, minnir mig síðasta bæjarstjórnarfund og þar tók ég því alltaf þannig í kynningunni að vera að ræða greiningavinnu sem að ákveðið fyrirtæki hafði farið í fyrir hönd Reykjanesbæjar, frábær vinna, frábær skýrsla og gott plagg til þess að vinna sig að markastefnu áfram. Ég lít ekki á þetta og ég held að ef allir sem hafa lesið þetta lesi vel yfir að þá þetta ekki markastefna. Þetta grunnvinna fyrir markastefnu. Þannig að orðalagið ruglingslegt og við ræddum þetta mikið fyrir undirbúning fyrir þennan fund, Sjálfstæðisflokkurinn og sumir nefndu að þetta íslenskan að rugla okkur þarna af því að menn að tala markastefnu og markastefnu og markastefnu og þetta mismunandi. En mér finnst bara mjög mikilvægt þegar að verið að fjalla þetta og þegar þetta kemur til afgreiðslu að við séum ekki að samþykkja markastefnu. En að lokum undir liðnum bæjarráð þar sem ég hef heimild til þess að ræða
þetta mál hér, að þá langar mig að þakka sérstaklega fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og sem oddviti Sjálfstæðismanna. Sérstaklega langar mig að þakka 2 bæjarfulltrúum Sjálfstæðismanna fyrir frábært samstarf og það Baldur Guðmundsson sem er búinn að vera mjög lengi og hann segir örugglega eftir I'll be back því að húmorinn þannig hjá honum og eins Anna Sigríður Jóhannsdóttir og síðan það auk þess vil ég þakka Gunnari Þórarinssyni fyrir farsælt starf í bæjarstjórn og samstarfið og geri það hér fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og eins eru fulltrúar í meirihluta sem eru að hætta og það Jóhann Friðrik frá Framsóknarflokki og Styrmir Gauti frá Samfylkingu. Og ég held að ég sé ekki að gleyma neinum, vonandi ekki. Gleymi forseta. Hvernig hægt að gleyma honum? Það alltaf rauðglóðandi lína á milli okkar. Ég hef mikið verið að hringja í hann og þess vegna, og hann skólabróðir minn meira að segja, hann situr hér mér á vinstri hönd að sjálfsögðu, vinstri maðurinn, en ég vil þakka Guðbrandi líka sérstaklega fyrir gott samstarf og ykkur öllum ítreka ég góðar óskir í framhaldinu og geri þetta fyrir hönd okkar í Sjálfstæðisflokknum. Bestu þakkir. Takk fyrir þetta, Margrét. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það mikið ánægjuefni að fjármagn sé tryggt í fagháskólanámi í leikskólakennarafræðum og eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður kom inn á þá ekki nóg að byggja hér leikskóla, það þarf einnig að tryggja góða mönnun. Ég átti alveg eins von því að standa hér og halda kveðjuræðu þar sem það var mjög hyggja af frambörlegu fólki í framboði en það víst ekkert í hendi fyrir lok og tölur koma. Mér langar að þakka fráfarandi bæjarfulltrúum fyrir samstarfið síðastliðin 4 ár. Þessi ár hafi verið mjög lærdómsrík fyrir mig sem kom inn og blaut á bak veirinn árið 2018. Ég hef setið þó nokkra fundi í lýðheilsuráði með bæjarfulltrú Önnu Sigríði og séð hvað hún brennur fyrir lýðheilsu og heilsueflingu fólks á öllum aldri og hún hefur verið hafsjór af fróðleik og góðum hugmyndum. Mér langar einnig að þakka bæjarfulltrúa Guðbrandi sem ég hef þekkt í rúm 20 ár fyrir ráðleggingar og hafa ljáð mér eyra því ég þurfti á að halda. Hann hefur unnið vel fyrir sveitarfélagið okkar og ég efast ekki hann haldi því áfram sem þingmaður fyrir okkar kjördæmi. Svo má ekki gleyma bæjarfulltrúa Jóhanni Friðriki fráfarandi oddvita Framsóknar sem ég hef kynnst vel og okkur hefur orðið vel til vina. Takk fyrir þín ráð og hve vel þú hefur stutt mig þessi 4 ár. Og eins og með bæjarfulltrúa Guðbrand þá efast ég ekki að hann muni beita sér fyrir okkar svæði og þingi. Ég hlakka mikið til næstu 4 ára hér með nýrri bæjarstjórn og þakka íbúum kærlega fyrir stuðningin sem Framsókn fékk í nýafstöðnum kosningum og traustið sem okkur var sýnt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Díana. Það ekki fleiri sem hafa gott svo herra bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins út af þessum atriðum sem að bæjarfulltrúi Margrét Sandnes nefndi, annars vegar frekara nám eða nám fyrir fleiri starfsmenn í leikskólum, upplýsa að við höfum núna á vormánuðum verið í vinnu við það, ég og fulltrúar fræðslusviðs, fulltrúar velferðarsviðs, fulltrúar eða verkefnastjóri úr mannauðsdeild ásamt miðstöð símenntunar á Suðurnesjum að kortleggja hvaða nám í boði fyrir ófaglæra starfsmenn í leik- og grunnskólum annars vegar og í velferðarþjónustu hins vegar. En það má svona til einföldunar skipta þess í tvennt. Það annars vegar stuttnám, 40 stundir sem svona kynning á helstu viðfangsefnum þessara málaflokka. Og svo til 150 og upp í 170 klukkustundan á það sem fari ítarlega ofan í þetta. Við erum að undirbúa það með miðstöð símenntunar og ef til fleiri
skólum og menntastofnunum ef að tækifæri gefst að fara í verulegt átak í haust, síðla sumars og í haust, fyrir þennan hóp, þessa ófaglærðu starfsmenn sem eru mjög margir í kerfinu hjá okkur. Og við þekkjum það úr mörgum atvinnugreinum, ég ætla ekki að nefna neinar, en sums staðar skylda að menn sitji í námskeið jafnvel vikum saman áður en hefja störf. Ég ekki að segja að við göngum svo langt í þessu, en erum alvarlega að skoða það og þá í samvinnu við stéttarfélög viðkomandi starfsmanna að gera það að einhverju leyti jafnvel hluta af ráðningarferlinu að sækja slíkt nám. Í þeirri trú að þjónustan verði betri og að starfsmennu líði betur að fást við þau verkefni sem að þeirra býður þegar þeir taka til starfa. Hitt sem að bæjarfulltrúi Margrét kom inn á sem að varðar markaðsstefnuna, að þá var ákveðið fyrst þegar hún kom fram í þessari mynd sem hún er hér, þá vorum við að velta fyrir okkur hvort að við ættum að reyna einhvern veginn að hraðspólinn í gegnum kerfið, af því að það hafi dregist að fullmótað þessar pælingar sem að þó eru komnar á blað, en niðurstaðan var svo að gera það ekki, heldur þessi bæjarstjórn hefur fengið kynningu á þeirri vinnu sem búið er að vinna og við ætlum síðan og erum núna búin að senda þessi drög út í allt kerfi til allra nefnda ráða og við erum að sjá þetta þess vegna birtast í mörgum fundagerðum. En síðan meiningin að taka aftur upp þráðinn þá með nýrri bæjarstjórn og fara betur ofan í saumana á þessari vinnu. Þannig að við fáum niðurstöður sem allir geta unna við og við getum verið sáttið og verða sveitarfélagin okkar til framdráttar. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Guðný Birna, Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Já, mikið gaman að sjá okkur. Það er pínu nostalgía í manni að þetta sé síðast sinn sem við erum mörg okkar saman. Þannig að mér langaði bara að taka undir þessi falli orðin áðan og kveðina til ykkar allra. Ég er búin að þekka ykkur mislengi, í 4 eða 8 ár. Ég hef setið í meirihluta með Gunnar Þórarinssyni, nágranna mínum, sem svo heppilega til er eini Gunnar Þórarinsson í Njarðvík sem heitir að sama maðurinn minn og við búum í sömu götu. Þannig að það hefur verið skemmtilegt í gegnum árin. Ég vil þakka þið fyrir okkar samstarf sem ég kann mjög vel að meta. Og Anna Sigríður og Baldur, það hefur búið að vera mjög gaman að vinna með ykkur og það er alltaf gaman að vinna með fólki sem brennur fyrir sveitarfélaginu sínu. Við erum kannski ekki í sama flokki en það er kannski aukaatriði við horfum okkar markmið frá okkar eigin augum og reynum að gera það besta fyrir okkar samfélag. Nú að mönnunum mínum eins og ég kalla á Jóhanni Styrmi og Guðbrandi, þetta verður skrítið að hitta ykkur ekki, ég ætla samt að hitta ykkur, en ég er ofboðslega þakklát fyrir okkar samstarf í meirihlutanum og okkar einingu og okkar erfiðu vinnu í samræði við minnihlutan einnig, bæjarstjórann og okkar góða starfsfólk. Það er ómetanlegt að stunda þetta erfiða flókna starf, fáandi allt sem hefur komið í hendurnar á okkur eins og Biblíu í Ragnarökin, það vantaði bara engisbretturnar, búið atvinnuleysi og allt sem hefur fylgt okkur. Og einhvern veginn erum við hérna enn og stöndum okkur bransi vel, vil ég leyfa mér að segja. Þannig að ég er ofboðslega þakklát fyrir að kynnst ykkur öllum og sérstaklega Styrmi mínum sem kom inn að yngstur inn, búin að standa þessu ótrúlega vel. Og hann ætlar að klára meistaranámið sitt, hann fer ekki langt í næðan aftur, en ég er ofboðslega þakklát fyrir ykkur öll. Óska ykkur velfarnaðar, sérstaklega þingmönnunum okkar sem að ég mun heimsækja reglulega í kjölfarið og hjálpa okkur við að byggja upp þetta góða samfélag sem að við vissulega eigum. Þannig ég óska ykkur til hamingju, takk fyrir samstarfi og gangi ykkur sem allra best í því sem þið kunnið að fara að taka ykkur fyrir hendur. Takk. Takk fyrir þetta, Guðný Birna. Það hafi ekki fleiri kvatsir Gunnar Þórarinsson, gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri. Þetta er búið að vera svona frekar erfitt hjá mér langaði að koma aðeins inn á það sem að veldur mér áhyggjum í sambandi við þessi kosningasíðustu. Það var aðeins kjörstaður á einum stað en ég er ansi hræddur að þessi lága prósenta og þáttaka í kjörinu hafi verið út af því að við notum ekki alla skólana eða flesta skólana. Þannig var greinilegt, og ég þekki það bara því að ég kannaði það, að innri-Njarðvíkingar mættu illa til kosninga. Og ég held að við þurfum að áska eftir því að þetta verði öðruvísi. Það er að segja fleiri kjörstaðir, alveg augljósið. Það kostar ekki neitt meira held ég nema óveru, sem að skiptir ekki máli. Ég vil bara þakka fyrir kveðjurnar, segðunum Gunnari nafna mínum að þetta sé alveg rosalega óþægilegt. Ég fór að leita eftir grip sem ég var sagður eiga í sem að þeir eru það er ekki póstur heldur flutningastöður eitthvað svoleiðis og ætlaði að fara að ná í þetta og það fannst ekki. Þessi gripur sem ég veit ekkert hver var en þá hafði ég verið boðaður hérna í hans nafni af því að hann átti þarna eitthvað grip sem hann átti að ná í. Og þetta verður oft komið fyrir, ég bara skil ekkert í því að hann skuli ekki breyta nafninu. En bara þakka ykkur öllum fyrir skemmtilega ár. Ég er búinn að vera hérna í 12 ár, mér finnst þetta alltaf mikið en ég fyrir að hugsa út í það. Hefði getað hugsað mér að gera ýmislegt annað, en það hefði samt búið að vera gaman að þessu, svona í flestum tilfellum. Og þakka bara fyrir mig. Takk fyrir þetta, Gunnar. Ég held að mælendur sko að vera tæmt. Nei, Fríðjón Einarsson er þetta borðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, Baldur Guðmundsson nefndi í fundargerð Brunandar Suðurnesja að stjórnin hafði framlegt starfssamning Jóns Guðlussonar hjá slökkviliðinu. Það er hárrétt, við gerðum það. Stjórnin var samhuga í því að það væri betra fyrir byggðasamlagið að hann héldi áfram störfum næstu 2 árin og meðan að við klárum stór verkefni sem eru mikilvæg fyrir framtíðina í slökkviliðinu. Þetta er bæði varðandi nýtt skipulag í fyrirtækinu, breytingar sem það er að gera innandyra, en ekki síst er þetta nýtt vaktafyrirkomulag sem Jón hefur unnið að núna á annað ár með fulltrúum ríkisins og fulltrúum sveitarstjórna sem við töldum nauðsynlegt að hann myndi halda aðeins áfram hjá okkur. Það er líka heimild í lögum að gera þetta eftir 70 og við töldum að þetta væri best fyrir fyrirtækið og þetta var fyrst og næsta frumkvæði stjórnar að gera þetta en væntanlega mun ný stjórn síðan taka ákvörðun að auglýsa starfið og fá nýjan mann innan þessara 2 ára. En þetta var mjög öflug stjórn sem var núna hjá Brunavörðum, tók á mörgum málum, við tókum við Brunavörðum Suðurnesja sem voru nánast gjaldþrota, rekið á yfirdrætti og samstarfið innan stjórnar var virkilega til fyrirmyndar. Við eigum þarna Reykjanesbær 3 fulltrúa af 5 í stjórn og er ég stoltur af þessum árangri sem við höfum náð. Eigið fé stofnunarinnar er núna 40%, reist hefur verið ný og glæsileg bygging, keyptar 2 nýjar slökkvibifreiðar og öll tól og tæki önnur endurnýjuð og framtíðin er virkilega björt fyrir þetta fyrirtæki. Það er við okkar mat að við séum í fullu leyfi til að framleggja þennan samning og stöndum heils hugar á bak við það.
En aftur vil ég nota tækifærið og þakka kannski sérstaklega tveimur aðilum sem ég vil taka þess út. Það bæjarstjórinn sem hefur staðið sig eins og klettur með okkur síðastliðin 8 ár og svo félagi minn Guðbrandur Einarsson. Ég held að ég sé búin að eyða meiri tíma með honum heldur konunum minni undanfarin ár. Þannig að loksins fæ ég frí og hann sinnir á einu störfum en hann býr nú bara 100 metra frá mér þannig að það stutt að fara. Og ég þegar tilkynnt honum að hann sé ekki sloppinn, hann verði í aukavinnu hérna hjá okkur en fá ekki laun fyrir það. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir þetta, Friðjón. En þá held ég að mælendaskrá sé tæmd og við getum þá afgreitt fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. maí. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11.0 og þá komið að lið nr. 2 sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. maí og þar að venju mál sem að þarf að taka fyrir sérstaklega. Óvenju fá í þetta skiptið, ekki nr. 2 og þau fjalla bæðið bílskúr. Það annars vegar 4. mál sem að fjallar bílskúr að Sóltúni 12 orðið laust þennan lið. Það enginn sem að kveður sér hljóðs undir þessu lið. Þessi samþykkt geta lið nr. 4 beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11.0 og þá var það liður nr. 9, Borgarvegur 12 og það einnig bílskúr. Orðið laust lið nr. 9. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 9 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11.0 og þá orðið laust fundargerð að öðru leyti. Margrét Sandískersvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem hérna undir lið nr. 3 tillaga deiliskipulagi Vatnsnes. Ég velti fyrir mér og okkar hópur hvort að það sé rétt að staldra aðeins við áður við auglýsum deiliskipulagstillöguna að hvort við þurfum ekki að huga betur að innminni viðum og umferð þarna í kring. Þetta eru 339 íbúðir, þetta 5-6 aða hús, þetta rosaleg byggð og það ekki komin ákvörðun hvar eiga leikskólar að vera, eða leikskóli og í hvað skólahverfi og hvernig umferðaræðarnar eða umferðin verður. Þetta var til umræðu og sitt sýndist hverjum á umhverfis- og skipulagssviði og við allavega leggjum til að við hinkurum aðeins með þetta og fáum að sjá betur heildarmyndina af þessu svæði því að þetta að okkar mati orðin hlutur ef við förum að samþykkja þetta svona núna og förum að auglýsa þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Ég ekki alveg á þessari skoðun að þetta sé orðin hlutur þó að það sé heimilt að auglýsa deiliskipulagstillögu. Við erum auðvitað bara með aðalskipulagi í endurskoðun og það verður auðvitað fyrst samþykkt áður en eitthvað getur gerst þarna. Síðan auðvitað verið að auglýsa til þess að fá fram athugasemdir. Og ég held að það sé nú þannig í flestu tilfellum að athugasemdir sem hafa einhver innistæðu, þær eru teknar til greina og ég held að, af því ég nú gamall í hettunni, þá minnist ég nú fyrri hugmynda bygging á Vatnsnesi sem að Sjálfstæðisflokkurinn lagði hérna fram á sínu tíma. Stóru byggingar og mikið líf á Vatnsnesinu sem að mér hugnaðist bara ágætlega. Því að manni finnst nú svolítið sérstakt að vera með fallegt svæði inn í miðju samfélagi í hálfgerðri upplausn og órækt í raun og veru. Þannig að ég held að ég myndi bara styðja það að þetta gert svona í þetta sinn en að sjálfsögðu á ný bæjarstjórn að vera bara opin fyrir breytingum því að þetta í raun og veru bara hugmyndir sem að þarna eru framkomnar að
að byggja og deiliskipuleggja þetta svona. Á sínum tíma var nú verið að hugsa sko glerhús á kantinum sem ég veit nú ekki alveg hvernig hefði farið með það og jafnvel flott og mikil veitingahús og jafnvel einhverja gististaði, þannig að þarna er reyndar íbúðabyggingar að ræða en bara mér finnst þetta bara spennandi að þetta sé komið á þetta stig aftur að það sé farið að ræða byggingar á Vatnsnesinu því að Keflavíkurhlutinn er ekki ríkur af byggingalandi, þannig að ég held að það færi bara vel á því að reyna að koma þeim breytum sem að til staðar eru í einhvers konar vinnu og þetta er einn þeirra og flottur hluti af miðsvæðin okkar sem til framtíðar. Þannig að ég held að ég myndi leggja til að þetta færi bara áfram svona og væntanlega nýtt umhverfisráð og ný bæjarstjórn eru þó opin fyrir þeim hugmyndum og breytingum sem fram kæmu þegar að deiliskipulagið verður síðan auglýst þegar að því kemur. En orðið lausn, Margrét gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég þakka bara fyrir að ég kom með þennan punkt hingað inn vegna þess að það er svo notalegt að sitja sem bæjarfulltrúi og sjá bæði gamla Guðbrand og nýja Guðbrand og sjá hann einmitt taka ræðuna að glerhýsinn og háhýsinn og það vantaði bara í ræðuna og því settu bæinn á hausinn að þá væri gamli Guðbrandur kominn en nýji Guðbrandur, ég kann einhvern veginn betur við hann. Guðbrand sem er með baráttuvanda og kraft og málefnalegur. Það er Guðbrandur sem á eftir að ná langt og við eigum eftir að vinna með á þingi held ég. En varðandi þetta, þá er því reyndar bara auðmjúk að stend hérna og segi. Við erum að fara að auglýsa einhvað sem að mínu mati við vitum að þessi athugasemd kemur og ég held að þessi betra að klára umferðarskipulagið og leikskólana og við erum algjörlega sammála því að það á að hraða þessu og það er gott að við að fá þetta af stað sem fyrst að laga þetta svæði sem er ekki nógu fallegt eins og en við vitum að umferðarmálin eru stórmál og eins innviði almenn eins og til dæmis leikskólar. Það er eina að það er skrítið að fara í að auglýsa einhvað þar sem við vitum að athugasemdir koma einhver mál eins og þessi mál. Það er eingöngu mín ábending. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Ég lít ekki svo á að ég sé gamall og nýr. Ég er komin á 70-aldur og hundgamall. En ég held að hafa ekki hlustað nema á helmingina af því sem ég sagði. Því ég sagði að menn hefði haft stórhuga hugmyndir byggingu sem mér hefði þóknast á sínum tíma. Ég var kannski ekki alveg sammála því efnisvali sem var verið að velja byggingarnar en við vorum bara með þetta á skipulagi fyrir löngu síðan og bæjarstjórn var einhuga að fara að ráðast í þessar framkvæmdir en einhverju hluta vegna gerðist það að einhverju jakkafattaklæddir menn keyptu undir sig lóðirnar þarna og menn mistu þetta bara á höndunum því miður. Ég var ekki að gagnrýna meiri hlutann fyrir það. Heldur, ég hefði gjarnan viljað að það hefði orðið að veruleika á þessum tíma. En ég held að ég sé alveg sangjandi því að segja það það að við séum að reyna að byggja upp svæði sem er búin að vera í niðurníðslu í áratugi með svona, segir okkur gamla sögu fiskiðna sem til staðar var hér á svæðinu en var síðan keyptur í burtu af því að kvótinn var seldur. Og þetta horfum ennþá á þetta. Og þannig ég styð og studdi og styð og mun styðja og fagna því ef einhver uppbygging mun eiga sér stað þarna. Þannig ég held að ágætu bæjarfulltrúar að það færi bara á því
Við tækjum fagnandi undir þetta og heldum þessu máli áfram. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að nefna að þessi vinna sem er unnin núna, deiliskipulagsvinnan á Vatnsnesi, er tilkomin vegna óska eiganda að byggja á sínu landi og það er búið að leggja mikið í þetta, en þetta er auðvitað bara byrjunarpunktur á einhverju umræðu sem getur tekið langan tíma. Og við höfum alla möguleika í þessu ferli að gera athugasemdir og koma með aðstöðu fyrir þjónustustofnanir eins og leikskóla, eins og Margrét nefndi, á tímabilinu. Þannig að ég tek undir orð forseta að við heimilum þetta, þannig að hægt sé að taka síðan næstu skref í framhaldi og gera þær athugasemdir sem við þurfum. Það þarf líka einmitt að kynna deiliskipulag þannig að okkar ráð, umhverfisskipulagsráð, geti komið með athugasemdir og breytt eftir því sem henta best samfélaginu okkar. Þannig að ég legg til að við heimilum þetta. Takk fyrir þetta, Friðjón. Ég held að niðurstaðan sé sú að við greiðum atkvæðum fundargerðina eins og hún liggur fyrir. Við erum búin að taka 2 mál og greiða sérstaklega það atkvæði, en það er þá hægt að lýsa yfir einhverjum öðrum skoðunum á þeim lið sem að hér ræðir ef að fólk kýs að gera það. En þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfissviðsins, Margrét Sandnes, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, smá ves og afsakið það á þessari hátíðastundu þegar fólk er að hætta. En kem hérna aftur undir þessum lið. Við ætlum ekki að bóka neitt eða neitt svoleiðis og við ætlum að sitja hjá og skýrum það þá og byggjum að það veri fært til bókar vegna liðs 3. Nei, fyrirgefiði vegna liðs 3 í fundargerð. Já, Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá vegna 3. máls. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Þá held ég að við getum afgreitt þessa fundargerð. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. maí eru beðin að gefa merki. Og hún er væntanlega samþykkt 11:0 með þeirri undantekningu sem að hér ræðir. Eru það þá allir bæjarfulltrúar minnihlutans sem sitja hjá eða Gunnar samþykkir, Anna Sigríður sitja hjá. Það eru 4 þá bæjarfulltrúar sem sitja þarna hjá og undir lið númer 3. Og þá er komið að lið númer 3 á þessum fundi sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 10. maí. Orðið laust. Anna Sigríður Jónsdóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, gestir, kemur undir fundargerð lýðheilsuráðs. Mér langar rétt að nefna hérna mál númer 2. Þarf að markast með Reykjanesbæjar drög til umsagnar. Við höfum áður rætt þetta hér á fundinum að það stendur drög til umsagnar. Við rættum þetta í lýðheilsuráði og okkur fannst kjörnum fulltrúum í lýðheilsuráði lítið fara fyrir áherslum á heilsueflinu samfélagi í stefnunni. Mikilvægt er að markaðssetja bæjarfélagið í takt við áherslur er snúa að heilsu og vellíðan íbúa. Heilsutengt ferðaþjónusta verður fyrirferðarmeiri á komandi árum og þar felast tækifæri fyrir bæjarfélagið og fyrirtæki á svæðinu.
En eins og hefur komið hér fram áður á fundinum, þá voru þetta bara drög og þetta var bara greiningavinna sem við höfum fengið kynningu á, mjög góða. Og ég vonast til þess að sjá fleiri þætti í stefnunni þegar hún verður tilbúin sem snúa að heilsu íbúa því að Reykjanesbær er heilsueflandi samfélag. Ég ætla að nota tækifærið vegna þess að þetta var minn síðasti fundur í lýðheilsuráði og þakka öllum fulltrúum fyrir gott samstarf í þessu skemmtilega ráði og einnig langar mig að þakka Guðrúnu lýðheilsufulltrúa og Ásdísi Rögnu sem er að leysa hana af í fæðingarorlofi, þakka þeim sérstaklega og vera spennandi og skemmtilegi tímar með þeim og ég vona svo sannarlega að ég eftir að sjá fleiri viðburði tengda heilsu og fleira sem snýr að heilsueflandi samfélagi og ég þakka Kjartani Má sérstaklega fyrir að hafa tekið vel í þessa hugmynd fyrir nokkrum árum og sett hana af stað því að ég tel að öll Suðurnesin geti verið leiðandi í heilsueflandi svæði á Íslandi og vonast til að sjá það á komandi árum. Takk. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Það ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljósið til þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð lýðheilsuráðs frá 10. maí beðin geðmerki. Og hún samþykkt 11.0 og þá komið að lið nr. 4 sem fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 10. maí, orðið laust. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs beðin geðmerki. Og hún samþykkt 11.0 og þá komið að fundargerð velferðarráðs frá 11. maí. Guðni Birna Guðmundsdóttir gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Langar aðeins að renna snöggt yfir fundargerð velferðarráðs frá 11. maí síðastliðnum og mig langar sérstaklega að nefna að Hjörtur Magni Sigurðsson, verkefnastjóri Barnvæns sveitarfélags, kom á fundinn og við höfum rætt mjög mikið barnvænt sveitarfélag hjá okkur og hagsmunamat barna. Við lögðum til að svokallað barnvænt hagsmunamat yrði prófað við stjórnsýslulega ákvarðanatöku á velferðarsviði í þeim málefnum sem snerta málefni barna sérstaklega og verður það prófað hjá okkur í 6 mánuði. Og það var mjög vel tekið í þetta og vonast ég til að þetta muni reynast vel og fylgja þessu verkefni af stað. Það ber sérstaklega að þakka í lið 2, þá tókum við fyrir reglur félagslega þjónustu, endurskoðun á reglum fjárhagsaðstoð og langar mig að þakka Bjarnheiður Rós Guðmundsdóttur og Heru Ósk Einarsdóttir ásamt fleirum starfsmönnum hjá okkur sem hafa staðið sig gríðarlega vel við þessa endurskoðun á reglunum okkar auk velferðarráðs í heild sinni. Við höfum tekið þetta mjög vel fyrir og unnið vel upp úr þessu og þetta núna komið til sem sagt bæjarlögmanns til yfirlestrar. Og það sem að þetta mun gera og hagsýnin í þessari endurskoðun að við munum geta hlúð betur að börnum umsækjenda sem eru á framfærslu í sveitarfélaginu og aðalatriði líka í þessu að við erum að einfalda og straumlínulaga verkferla við umsókn og afgreiðslu fjárhagsaðstoðar. Og við erum þarna að spara tíma sérfræðinga hjá okkur, það mun leiða til þess og nýta tíma þeirra betur og við munum grípa börnin betur sem þurfa á þessum stuðningi halda. Þannig að þetta er gríðarlega þarft verk og vil ég bera kæra þakkir hjá því til starfsmanna og til ráðsins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunni. Einhverjum fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið? Svo ekki. Þeir sem samþykkir geta fundargerð velferðarráðs frá 11. maí beðin geðmerki. Og hún samt 11.0 og þá komið að síðasta lið þessa fundar sem er sjálfbærniskýrsla Reykjanesbæjar lögð fram og kynnt og bæjarstjóri ætlar að taka það verkefni á sér. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, eins og komið hefur fram, þá hér verið að leggja fram í fyrsta sinn í bæjarstjórn Reykjanesbæjar sjálfbærniskýrslu og við fengum kynningu á henni
það er að segja skýrslunni í bæjarráði síðastliðinn fimmtudag. Vísuðum henni svo hingað og við ákváðum að taka hana sem sérstakan lið á dagskrá bæjarstjórnar á því tilefni að hér að ræða fyrsta sinn. Og mig langar að, með leyfi forseta, bara aðeins að hlaupa hérna, vekja athygli ykkar á efnisyfirlitinu sem er á blaðsíðu 3, þar sem við sjáum svona helstu þætti. Þarna er verið að fjalla fjármál, framtíðarsýn, verkefni tengd heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, umhverfis- og loftslagsstefnu, menntastefnu, Suðurnesjavettvangi, eða Suðurnesjavettvang sem við erum aðalega að ásamt fleiri bæði fyrirtækjum og sveitarfélögum okkar svæði. Þarna er umræða kyndilbera í sjálfbærni sem er hugmynd sem að Anna Karen sem hefur leitt þessa vinnu og unnið þessa skýrslu svo til öllu leyti og vil ég þakka henni fyrir það. En hún á þessa hugmynd að því sem heitir kyndilberar í sjálfbærni og er komin með hópa fólki, starfsfólki inn á fjölmörgum vinnustöðum Reykjanesbæjar sem að fá þetta auka starfseti og vera kyndilberar í sjálfbærni, og þetta er þá áhuga fólk málið og enda er verk að vinna og það gerist ekki nema við tökum öll höndum saman. Nú ef við skoðum í kafla 4 þá erum við að skoða eldsneyti farartækja, við erum að skoða rafmagn og heitt vatn og við erum að skoða úrgang og allt lýtur þetta að því að gera sveitarfélag okkar sjálfbært og minnka kolefnisspor þess til dæmis. Og þá er fjallað félagslega þætti og stjórnarhætti. Og það eru markmið sett fram í skógrækt og heilsustíga og pappírsnotkun og rafmagnsnotkun og úrgangsnotkun og við hlökkum til að vinna þetta svo áfram með nýrri bæjarstjórn og setja okkur mælanleg markmið bæði það sem eftirlifir þessa árs en líka svo í komandi árum því að við þurfum að eins og allir að taka þessi mál í gegn. Það vekur athygli að kolefnisspor Reykjanesbæjar það er stærra árið 2021 heldur en 2020 og við auðvitað hefðum viljað sjá það minnka en við vorum að ræða þetta í vikunni, ég og Anna Karen og fleiri og við þurfum að leita skýring á þessu. Þær eru auðvitað margvíslegar og eru þá vekja okkur til umhugsunar. Ég vil nefna til dæmis að árið 2020 voru fjölmargar stofnanir sem nota miklu orku, eins og sundmiðstöðin okkar var mikið lokuð vegna heimsfaraldurs COVID-19 og meira opin árið 2021 heldur en 2020 og þetta á við fleiri stofnanir. Það var meiri starfsemi árið 2021 heldur en 2020. Það kann að vera ein skýring. Önnur skýring kann að vera svo að við erum að ná betur utan verkefnið árið 2021 heldur en 2020. Þessar mælingar sem að Klappir er að vinna með okkur og fyrir okkur og þar af leiðandi kann kolefnissporið að vera stærra. En ég vonast til þess að við sjáum það fara síðan minnkandi. Ég ætla að leyfa mér hér með leyfi forseta að bara lesa hérna fyrsta kaflan sem eru 8 línur skýrsluna. Reykjanesbær gefur nú út í fyrsta sinn sjálfbærniskýrslu þar sem farið er yfir þau málefni er varða umhverfis- og loftslagsmál sveitarfélagsins. Allar upplýsingar sem framkoma í skýrslunni miðast árið 2021 nema annars er tekið fram. Umhverfisupplýsingar voru fengnar úr umhverfiskerfi Klappa sem tengt er við byrgja Reykjanesbæjar. Umhverfisuppgjör er aðgengilegt í heild sinni í viðauka 2. Margar af þeim upplýsingum sem framkoma hér á eftir var verið að sækja og skoða í fyrsta sinn og því eru þær ekki allar full sannreyndar. Hins vegar er vel hægt að glöggva sig á þróuninni með því að horfa á samanburðinn. Því er hvatt til þess að tölurnar séu teknar með fyrirvara og þær ekki teknar úr því samhengi sem þær eru settar fram í hér á eftir. Og þetta er mikilvægt að hafa í huga að þetta er í fyrsta sinn sem við gerum þetta og við þurfum öll að hjálpast að rýna skýrsluna og velta fyrir okkur hvernig við getum gert betur. Eitt af því sem að bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson kom hér inn á áðan sem lítur á kjörsókn er
akkurat svona dæmi sjálfbærni mál sem að sjálfbærni er mjög stórt hugtak og á við mjög margt og við viljum gjarnan gera betur í því eða auka kjörsókn í sveitarstjórnarkosningum. Við lækkuðum úr 57 niður í 47% sem að er náttúrulega umhugsunarefni. Hvort að ástæðan er svo að það vantar fleiri kjörstaði, ég veit það ekki. Það er engin ein skýring á þessu og fjölmiðlar hafa í dag verið að reyna að fá frá okkur einhverja sýn á þetta og skoðun á því af hverju þetta er svona eins og það er. En við höfum bara einfaldlega sagt þeim að það hefur ekki verið kannað til hlítar og við getum ekki svarað. En við þurfum að gera það, ekki bara sem bæjaryfirvöld, heldur líka sem samfélag, því þetta er stórt mál. Við vitum að hér er hátt hlutfall erlendra íbúa eða íbúa með erlent ríkisfang og hvort og hvernig við náum til þeirra. Við vitum að hér er gríðarleg fólksfjölgun, bæði fólks af erlendu bergi og líka Íslendinga sem flytjast hingað annars staðar frá á landinu, eru kannski ekki mikið inn í málum, þekkja ekki svæðið eða einstaka málaflokka og hafa kannski ekki skoðun og þá kann að vera freistandi bara að sleppa því að taka þátt. Nú það hefur urðu breytingar á kjörgengi erlendra íbúa sem áður voru 5 ár, eru núna 3 ár, þannig að hópurinn sem slíkur á kjörskrá stækkaði allverulega og það kann að hafa áhrif á prósentutöluna. Og svo líka þetta með unga fólkið, var það að skila sér, við vitum það ekki, við ætlum að fá Hagstofuna í vinnu með okkur, vorum aðeins að byrja að ræða þetta í dag. Hagstofan mun skoða þetta og við ætlum að gera það líka og jafnvel setja fram óskir fleiri þætti sem verða kannaðir heldur en Hagstofan er að leggja upp með í upphafi. Þannig að við fáum svona góða mynd af því hvaða hópar vil ég segja, samfélagsins það eru sem að skiluðu sér ekki á kjörstað síðastliðnu laugardag. Þannig að við getum farið bara markvisst í það að svona hvetja og efla því að við vitum að fólk deyr á hverjum einasta degi allan heim í þeirri baráttu sinni að ná í þennan rétt. Og það er í rauninni hræðilegt að menn skuli ekki nýta hann eða líta á hann sem svo sjálfsagðan hlut að það taki því allan nýta hann þegar hann býðst. En ekki meir þetta, skýrslan er hér lögð fram, forseti, og ég vil bara enn og aftur bæði þakka Önnu Karin og öðrum klöppum sem eru samstarfsaðilar okkar í þessum málum og starfsmönnum Reykjanesbæjar öðrum sem að málinu hafa komið. Takk. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Mér langar líka þess að og segja nokkur öðrum þessa skýrslu, þá bara fyrst og fremst að fagna því að þessi skýrsla sé komið fram og þó fyrir hefði verið. Þetta er greinilega mjög gott hjálpartæki á mörgum sviðum, ekki bara að því að þetta heitir nú sjálfbærniskýrsla og það er að vera sjálfbæra á mörgum sviðum. Þannig að ég held að þetta sé bara gott veganisti fyrir nýja bæjarfulltrúa og kannski bæjarfulltrúa sem hafa ekki setið lengi að fara vel í gegnum þessa skýrslu. Þarna koma upplýsingar hlutfall launa eða upphæð launa og það koma tölur rekstrarreikningi og efnahagsreikningi og síðan bara loftslagsmál og önnur sjálfbærnimál sem að skipta okkur bara miklu máli til framtíðar. Þannig að frábært að þessi skýrsla sé komið fram og vonandi að menn rýni hana eins og bæjarstjóri sagði hér til góðs til framtíðar. Mér langar líka að nefna því að hér hafa ákveðnir bæjarfulltrúar og þar með bæjarstjóri lýst áhyggjum út af lélegri kjörsókn. Samkvæmt upplýsingu sem hefur verið að segja við okkur að þá er kjörsókn erlendra íbúa á Íslandi sirka 15%. Sirka 15%. En ef við miðum við að þetta sé okkur 20% erlendra íbúa á kjörskrá, því að þeir eru ekki allir á kjörskrá, þá er bara kjörsókn okkar Íslendinganna skammaleg. Hún er bara eitthvað staðar í kringum, rúmlega 50%. Ekkert mikið meir en það. Og við supum alveg kveljur fyrir 4 mánuðum síðan þegar við settum Íslandsmet í lélegri kjörsókn og fórum þá niður í 57%. En núna er það 47%.
Þannig að þetta að sjálfsögðu eitthvað sem að verður að rýna og reyna að gera fólki grein fyrir hvað þetta skiptir máli. Við erum nú held ég alltaf að stíga ákveðin skref, til dæmis bara í uppeldi barnanna okkar með því að búa til ungmennaráðið á sínu tíma og síðan að veita fulltrúum úr ungmennaráði aðgang að nefndu sveitarfélagsins. Þetta svona nærir og þroskar þessa krakka og gerir þeim grein fyrir því hversu mikilvægt það er að taka þátt í þessari uppbyggingu. Þannig að við erum auðvitað á réttri leið, en mér þykir gaman að ná Íslandsmetum, en ég vil ekki hafa þessi Íslandsmet. Ég myndi gjarnan vilja vera Íslandsmeistar í einhverju öðru, körfubolta eða fótbolta eða einhverju. Ekki þessu. Þannig að ég held að við ættum öll að taka þetta til okkur að reyna að bæta okkur í hvað þetta var. En orðið laust þessa skýrslu ef einhver vill hjá sig frekar hana. Guðni Birna Geirsvel. Kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðir gestir. Það er mjög gleðilegt að Reykjanesbær sé komin á þennan merka stað og fagna ég því mjög að sjálfbærniskýrslan okkar sé komin. Við höfum samþykkt nýja umhverfis- og loftslagsstefnu fyrir ári í fyrra og réðum til okkar sjálfbærnifulltrúa Önnu Karen Sigurjónsdóttir sem hefur haldið utan um verkefnið. Og ég held að það hafi verið okkur til heilla hvað þetta vannst vel að það var eitthvað sem bar ábyrgð á þessu verkefni út af því að það er risastórt. Skýrslan tekur að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna að Reykjanesbær valdi sér alls 12 markmið og 26 undirmarkmið sem unni verður hér eftir. Einnig var stuðst við eins og bæjarstjóri kom inn á svoköllu UFS viðmiði NASDAQ sem fjallar umhverfisþætti, félagslega þætti og stjórnarhætti. Og það sem er svo mikilvægt við NASDAQ þættina, eða þessi viðmið, er að þar undir eru mikilvæg atriði sem fjalla aukina sjálfbærni líkt og notkun á orku, launamunur kynjanna, hlutfall kynja í stjórn sem skiptir náttúrulega gríðarlegu máli og bara eðlileg mannréttindi. Þannig að þetta fjallar ekki allt bara hvað við losum á kolefnum, þetta fjallar margt annað, hvernig við getum verið sjálfbær. Skýrslan er einnig unnið upp úr umhverfisupplýsingu frá Klöppum sem kemur umfang losunar í 3 fösum, svokölluð bein og óbein losun gróðurhúsalofttegundar frá starfseminni. Og það sem er svo merkilegt við þessa skýrslu, sem fyrstu skýrslun okkar, er að við sjáum heildarmagn kolefnislosunar fyrir árið 2021. Og það sem merkilegast er að hér erum við komið með ákveðið plattform fyrir tiltekið ár sem verður viðmið fyrir næstu ár. Þannig að við munum vinna þetta áfram og gefa út fleiri skýrslur og sjá hvernig við erum að standa okkur. Að vísu að ræða eitt af þessum frægu COVID-árum 2021 og erum við meðvituð það, en enga síður nauðsynlegur grunnur til að horfa út frá. Við getum bætt okkur og aðlagað og gert okkar besta til að draga úr losun kolefna og hvatt aðra með okkur í þessa mikilvægu og merkilegu vegferð. Út af því að þetta er ástand sem við getum ekki hunsað lengur hvað við erum að losa frá okkur. Þannig að mér langar að þakka sérstaklega fyrir þessa skýrslu og alla sem komu að vinnu hennar og hvað þetta er virkilega merkilegt sem það er. Hvað varðar kosningarnar, það er nú ekki undir þessum liði, mér langar bara að benda á að við gerum allt í símanum okkar og tölvunum á dag. Af hverju erum við að mæta á eitt stað innan einhvers tiltekins tíma, læsa okkur inn í klefa og skrifa eitthvað pappír? Er þetta ekki orðið úrelt? Ég get sótt lán á netinu, en ég má ekki kjósa á netinu. Ég má samt kjósa í stéttarfélagið mitt, nýja stjórn þar, ég má gera það. Við þurfum aðeins að hugsa þetta og kannski er þetta ekki eins merkilegt og þetta var. Mér finnst þetta gífurlegur heiður að fá að kjósa, að fá að hafa áhrif á samfélagið mitt og mæta þarna og sýna stuðning minn í verki að byggja upp samfélag og Alþingi eða hvað það er, kjósa forseta. En það er greinilega breyting þar á og þetta er eitthvað sem við þurfum að horfa í. Og eins og framtíðarnefndin í framtíðinni getur tekið á og ásamt bæjarstjóra og bæjarfulltrúum. En þetta er áhugavert og það þarf að rýna í þetta. Af hverju hefur fólk ekki dýpri þörf til að hafa áhrif á samfélagið sitt? Takk fyrir þetta. Eins og ég sagði hér uppalega þá erum við að leggja bara fram þessa skýrslu, við erum ekki að afgreiða hana sérstaklega. En þá
eru ágætu bæjarfulltrúar þessi dagskrá tengd og við munum nú heimila þeim bæjarfulltrúum sem að kveðja bæjarstjórn að fá að taka til máls. Og ég hef nú tekið mér það bessaleyfi að raða fólki í ákveðna röð. Það þannig að sá sem hefur minnstan fjölda funda, hann byrji. Og Liljinn í hópnum okkar hefur einmitt beðið orðið, Jóhann Friðrik Friðriksson. En hann hefur setið 68 fundi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Þar að veru 39 fundir sem forseti bæjarstjórnar. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og kæru gestir. Það kannski við hæfi að Liljinn sé fyrstur. Ég vil byrja á því að þakka að öllu hjarta það traust sem ég var falið fyrir 4 mánuðum síðan þegar ég var kosin í bæjarstjórn og tók bara strax við sem forseti bæjarstjórnar. Það var ekki auðvelt verkefni. Sýndi því í 2 ár og rétti svo keflinu til Guðbrandar Einarssonar sem reyndar hafði verið áður forseti bæjarstjórnar. En nú þegar ég hverf til annarra starfa, mikilvægra starfa á Alþingi Íslendinga, þá langar mig að segja það hér í pontu bæjarstjórnar að ég heiti því að vinna heilindum áfram fyrir bæjarbúa í Reykjanesbæ, Suðurnesjamenn og í kjördæminu öllu. Og ég mun vinna mikilvægum málefnum með kjörnum fulltrúum hvar í flokki sem þeir standa. Ég óska nýkjörnum fulltrúum jafnt sem þeim sem hlutu endurkjör í nýafstaðinni kosningu í vikunni sem leið innilega til hamingju. Og ég hlakka til samstarfsins við alla nýkjörna bæjarfulltrúa og þá sem halda áfram. Nú, kæru vinir, á tímamótum sem þessum teldist að við hæfa að horfa yfir farin veg og telja upp það sem vel hefur gengið og kannski nefna einhverja sigra og jafnvel einhverja ósigra. En ég ætla nú að láta það ógert. Lífið er langhlaup og 4 ár er ekki mjög langur tími í lífi manns sem kannski sést best á því að ég er ennþá Liljinn í hópnum þó ég sé hver á braut. Ég hef haft það að venju að velta lítið fyrir mér fortíðinni nema þá til þess að reyna að læra af henni. Mínar hugsanir frá degi til dags snúast fyrst og fremst framtíðina og hvernig hægt er að gera okkur samfélagi enn betra. Ég vil þó segja það að þegar ég var alast upp á Háleitunni í Keflavík sem að síðan auðvitað saminast Njarðvík og Höfnum, þá var auðvitað heimurinn mjög lítill. Ég var svo heppinn að allir helstu staðir sem ég þurfti til þess að sækja, til þess að þroskast og dafna voru í göngufæri. En það var ekki góð staðsetning æsku heimilisins sem gerði þar gæfumuninn, heldur miklu frekar það góða fólk sem var í kringum mig. Félagslegir og samfélagslegir þættir. Þannig ég get kannski sagt, og ég segi kannski, skamlaust að þetta samfélag sem ég er alin upp í hafi gert mig að svona þolanlegum nýtum samfélagsþegn á endanum. En það er langur lista fólki sem hefur komið að mínu lífi. Í skólanum voru það sjálfsögðu kennararnir, í íþróttunum þjálfararnir. Í atvinnulífinu yfirmennirnir og samverkafólkið sem kenndi manni í handtökin. Margir þessar aðila eru vinir mínir og samstarfsfólk í dag. Og til gamans má geta að starffræðikennari minn úr FS situr við hliðina á mér á þingi, Oddný Harðardóttir, og er enn að reyna að kenna mér. Ég held að reyndar ég hef fallið í áfangunum hjá Oddu í FS, en það var nú ekki henni að kenna. Nú væntanlega verið einhvers annars hugar á þeim tíma. En minn punktur er þessi. Samfélagið okkar skiptir okkur öll máli. Skiptir börn máli. Skiptir bæjarbúamáli. Það er tilgangur samfélagsins að vera rekið í samfélagslegri þágu, ekki eins og fyrirtæki, þar sem arðurinn er settur í fyrsta sæti. Samfélagið á að hámarka lífsgæði, heilsu, menntun, öryggi, umhverfi og hamingju. Þess vegna þurfum við að fjárfesta í fólki. Og því stendur í málefnasamningi fráfarandi meirihluta, sem ég er enga stoltur af, að sá meirihluti skuli forgangsraða til velferðar í Reykjanesbæ.
Og það höfum við gert, og oftar en ekki, með stuðningi minnihlutans, og það er vel. Í dag þegar ég var að undirbúa mig undir fundin, þá kom sonur minn til mín og spurði mig hvað ég var að gera og ég sagði hann mér að vera að fara á síðasta bæjarstjórnarfundi minn. Hann sagði, pabbi, geturðu sett klósett vatnsrennibraut í sundlauginni í dag? Og ég svaraði, Pítu, var ekki verið að setja nýja vatnsrennibraut í sundmiðstöðina? Ertu ekki ánægður með það? Hann sagði, jú, sko, en samt, það væri rosa gaman að fá svona klósett vatnsrennibraut. Og ég hafði náttúrulega mjög gaman að þessu og hlóta átt vegna þess að bara þetta myndi mig á það hvað er mikilvægt viðhorf bæjarbúa og hvernig mér finnst það eigi að vera og hvernig mér fannst það birtast í sýni mínum hérna fyrir 1,5 tíma síðan. Það er nefnilega þannig að við eigum alltaf að reyna að gera betur. Við eigum að halda áfram að reyna að bæta samfélagið okkar. Þó svo að við séum að betrum bæta það frá degi til dags, þá er það endanlega markmiðið. Gera enn betur. Betur í rekstri, betur í íþróttum og tómstundum, gera samfélagið enn betra að öllu leyti. Það er okkar verkefni sem kjörnir fulltrúar. Að lokum vill ég þakka öllu mínu frábæra fólki í nefndum og ráðum fyrir dugnaðinn, samviskusemina og samstarfið. Þetta er alveg magnaður hópur sem við í Framsókn erum búin að vera að byggja upp á undanförnum árum. Eins vil ég nefna þann stóra hóp fólks sem situr í nefndum og ráðum úr öllum flokkum. Ég hef átt engar góð samskipti við allt þetta góða fólk og óska þeim velfarnaðar. Nú bæjarfulltrúanum Díönu Hilmarsdóttur vill ég þakka sérstaklega vinskapinn og samvinnuna. Megi henni farnast vel í störfum sínum á komandi kjörtímabili. Ég þakka fráfarandi bæjarfulltrúum sem nú kveðja þennan vettvang fyrir öll þeirra góðu störf fyrir bæjarfélagið. Það hefur verið fengur fyrir bæjarbúa að njóta ykkar starfskrafta. Samstarfsfólki í meirihluta þakka ég trausta samvinnu, auk bæjarfulltrúa minnihlutans sem veitt hafa nauðsynlegt aðhald og öll sýnt í verki vilja sinn til þess að bæta samfélagið. Ég vil þakka Kjartanum á Kjartansinni bæjarstjóra fyrir samstarfið, þolinmæðina og vinskapinn á liðnu kjörtímabili, auk allra sviðsstjóra og starfsmanna Reykjanesbæjar. Síðast en ekki síst má ég til með að þakka konunni minni Erlu Hafsteinsdóttur og fjölskyldunum minni fyrir að þola þetta álag, fyrir hvatninguna og stuðningina undanförnum árum. Í lífinu er maður aldrei einn á ferð. Ég vil að lokum minnast orða Ásbjörns Jónssonar heitins sem reyndist mér persónlega og okkur öllum í bæjarstjórn afar vel á sinni tíð. Ásbjörn sagði, undantekningarlaust, alltaf þegar stormurinn stóð í fangið á okkur. Þá sagði Ásbjörn, nú fyrst fer þetta að vera gaman. Og bara þetta, að fá svona í andlitið, þá sá ég bara bros getur dimmu í dagsljós breytt. Og það breyttist viðhorfið hjá heilum hóp. Bara við þetta. Þess vegna segi ég, kæru vinir, ágætu bæjarbúar, töpum aldrei gleðinni. Takk fyrir mig. Við ætlum að biðja bæjarfulltrúa að bíða aðeins og meðan að bæjarstjóri afhendir blóm og Kristi Jakobsson sem hefur verið formaður nefndar sem hefur verið að stýra skráningu og sögu Keflavíkur. Við erum með sjóðheita útgáfu, nýkomnu prentun sem að Kristinn ætlar að afhenda hverjum og einum bæjarfulltrúa. Við tökum bara hópmynd á eftir. Ég áður en að Kristinn afhendir Jóhanni fyrstu bókina, þá ætla ég að segja frá því að Jóhann, það hefur kannski komið fram, hann hefur setið 68 fundi samkvæmt mínum upplýsingum á þessu kjörtímabili og fær hér blóm og kort. Takk fyrir svo frá Reykjanesbæ. Takk. Glæsilegt.
Þakka þér fyrir þetta, Jóhann. Næst þá á mælendaskrá er þá Anna Sigríður Jóhannesdóttir og hún hefur setið dágóðan fjölda funda í bæjarstjórn og samkvæmt mínu kokkabókum og bæjarstjórinn endi það nú einnig að þetta eru samkvæmt skjalinu 78 fundir. Gerðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk fyrir kæru gestir og bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka ykkur öllum saman í meirihluta og minnihluta fyrir gott samstarf á síðastliðnum 4 árum. Einhverjum hef ég starfað með í einhverjum öðrum nefndum í 8 ár og það er kannski að segja frá því að það var starfsmaður Reykjanesbæjar sem að margir þekkja, forvarnarfulltrúi Reykjanesbæjar, Ragnar Örn heitinn, sem að bjallaði í mig fyrir 8 árum og spurði mig hvort ég væri til að taka sæti á lista hjá Sjálfstæðisflokknum og ég sagði við Ragnar Örn, nú ert ekki að hringja í réttu manneskjuna, sko. Ég hef ekki verið að skipta með neitt af pólitík hérna í bænum og hef aldrei gert, sagði ég við Ragnar Örn. En hann sagði, ég vil nú bara leiðrétta þig strax, þú ert að taka þátt í samfélaginu með því að taka þátt í foreldrastarfi á vegum leik- og grunnskóla, skipta þér af menntamálum sem eru stór þáttur í samfélaginu okkur, skólamál eða menntamál eru stór þáttur í okkar samfélagi sem að skiptir alla fjölskyldur miklu máli og einnig ertu líka að skipta þér af miklu málum sem snúa að íþróttum og tómstundum barna með því að taka þátt í félagsstarfi sem snúa að íþróttum og tómstundum og það sýnir sig, flestir segja að Reykjanesbær sé íþróttabær og við viljum halda því á lofti og þá áttaði ég mig á því, já, þetta er kannski rétt hjá þér, ég ætti kannski að taka sæti á lista og fá að kannski hafa einhver áhrif, sérstaklega á þessi mál, en ég held alltaf á þessum tíma að þeir sem tæki þátt í pólitík þyrftu helst að vita allt allar nefndir. En ég sé ekki eftir þessu og þetta var skemmtilegu tími og ég satt sem aðalmaður í fræðsluráði ásamt Árna Sigfússyni í 4 ár, mitt fyrsta kjörtímabil og kynntist þá nýjum fræðsluþjóra Helga Arnarsinni sem ég hef átt mikil samskipti við öll þessi ár, sérstaklega út af menntasviði til að byrja með, en svo tók hann einnig að sér að vera sviðstjóri íþrótt- og tómstundasviðs, þannig að Helgi Arnarsson kom að mörgum málum sem að ég tók þátt í, þráttur að ég hef ekki verið núna síðasta kjörtímabil í íþrótt- og tómstundaráði né fræðsluráði, ég var að vísu varamaður í fræðsluráði, en ég var aðalmaður í lýðheilsuráði, þar sem að þetta nýja ráð byrjaði núna fyrir 4 árum og það var virkilega góð reynsla og góð skóli ásamt því að taka þátt í bæjarstjórn með ykkur þessi 4 ár. Ég er bara gríðarlega þakklátt fyrir stuðninginn og þakklátt fyrir þennan tíma og ég mun alltaf nýta mér þessa reynslu í hvaða verkefni sem ég tek mig fyrir hendur í framtíðinni og mér langar að nefna það að svona á síðastliðnum vikum þá höfum verið töluvert í samskiptu við ungmenni í Reykjanesbæ. Ungmennaráð er frábært ráð, algjörlega framtíðina fyrir sér. Þessi krakkar sem hafa verið að hitta okkur 2 á ári og oftar og einnig á fundum líka undanfarna vikur. Og mér langar að nefna sem hefur svona áhrif á mann varðandi samfélagið. Það eru að hlusta á ungmennin. Mér finnst það svo mikilvægt, bara börn og ungmenni í samfélaginu og mér finnst það að vera svona rauði þráðurinn í skilaboðum frá þeim til okkar. Það er að þeirra félagslega heilsa, hún snýr að tómstundum, hún snýr að þeirra áhugamálum og þeirra félagsstarfi. Þetta á bæði við grunnskóla og framhaldsskóla, þetta á bæði við börn og ungmenni til 18 ára, jafnvel 20, þau vilja vera alveg helst upp í 25 ára í ungmennaráði og taka þátt saman í starfinu. Og þetta er eitt stór þáttur sem að við getum alltaf haldið áfram að efla í samfélaginu okkar. Og mér langar að nefna að það er félagsleg heilsa og félagslegi þættir, þeir eiga líka mjög vel við þá þætti sem við þurfum að hlúa betur að. Það eru eldri íbúar í samfélaginu okkar
og þar eru tækifæri fyrir okkur og tækifæri fyrir alla sem halda áfram að starfa í bæjarstjórn, tækifæri fyrir þá sem að halda áfram eða byrja á því að starfa í velferðarráði, lýðheilsuráði, íþrótta- og tómstundaráði og fleiri ráðum sem snúa að þessum þáttum. Þetta er stór þáttur og við erum hérna með 2 góða bæjarfulltrúa sem að voru að hefja störf á þingi, Jóhann Friðrik og Guðbrand. Og ég vona svo sannarlega að þeir haldi áfram að vinna með okkur að þetta eru velferðarmál, að stórum verkefni sem snúa að velferðarmálum, að velferð bara íbúa allra á Suðurnesjum. Og ég treysti því að þeir geri það. Ég er alveg viss um það og þrátt fyrir að ég sé hætta hér í dag, þá er ég ekkert hætta að halda áfram að hafa samband við þingmennina okkar stór mál sem snúa að velferð íbúa. Það er alveg ljóst. Þannig að ég segi að í rauninni velferðarkerfi sveitarfélaganna geti algjörlega tekið stakkaskiptum ef að áherslan væri ekki alltaf á afleiðingar, heldur tæki mið af forvörnum. Það er svona mín skilaboð til þeirra sem að er að fara að starfa á þinginu og er að fara að starfa áfram hér í bænum. Og ég þakka bara kærlega ykkur öllum fyrir gott samstarf og góðan tíma. Takk. Þakka þér kærlega. Takk kærlega fyrir þetta, Arnar Sigurður. Þá er komið að Styrmir Gauta Fjallsteð, en hann hefur setið 82 fundi á þessu kjörtímabili. Gjörðu svo verið, Styrmir. Læri þetta þér. Forseti, nú er komið að endalokum mínum hér sem bæjarfulltrúi, allavega í bili. Það var margt mjög skemmtilegt og áhugavert sem maður var heppinn að fá að upplifa og taka þátt í á þessu kjörtímabili og ýmislegt sem maður getur verið stoltir af. En það var einn ýmislegt sem var ekki eins skemmtilegt og líklega stóra ástæðan fyrir því að ég tók það ákvörðun fyrir þessar kosningar að stíga til hliðar og óskaði ekki eftir sæti ofarlega á lista Samfylkingarinnar. Það var líklega svo að það voru kannski aðeins svo mörg skipti á þessu kjörtímabili sem að ég bara naut mín ekki til fulls í þessu starfi því miður. En það er bara eins og það er og það er ekkert sjálfgefið að maður njóti sín í botni í þessu starfi og hefur það líklega einhver áhrif hvar maður er staddur í lífinu og hverju sinni hvernig maður fílar þetta starf. Þegar ég var kosin inn í bæjarstjórn fyrir 4 árum þá var ég alveg blautur á bak við eyrun. Pólitískasta starf sem ég hafði tekið þátt í fyrir þetta starf var að vera formaður íþróttaráðs í 10. bekk Njarðvíkurskóla og ekki var það nú mjög pólitískt starf, ég var alveg einráður þar. Þannig að þetta var stórt og mikið stökk að þegar ég var kjörinn inn fyrir 4 árum. En ég vil þakka kærlega öllum þeim sem að treystu mér fyrir þessu ábyrgðarfulla starfi, bæði þau sem að treystu mér fyrir því að taka 3. sæti á lista Samfylkingarinnar árið 2018 og einnig kjósendum sem að kusum við inn. Þessi lífsreynsla hefur verið mér alveg ómetanleg og mun ég búa að því sem að ég hef lært seinust af 4 ár að eilífu og myndi ég aldrei nokkuð tímann vilja taka þeim tíma tilbaka. Einn daginn mun ég gera allu því að komast aftur hingað hinn. Ég get eiginlega nánast lofa því, en það er þá bara einhvern tímann seinna í framtíðinni. Einnig vil ég þakka öllum í bæjarstjórninni fyrir samstarfið og velvildi minn garð síðastliðin 4 ár. Fráfarandi bæjarfulltrúar Gunnar Þórarins, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið á nýliðnu kjörtímabili og vegna ykkur vel í næstu verkefnum ykkar, hver sem þau verða. Bæjarfulltrúar Margrét Þórarins og Margrét Ólöf Sanders þakka ykkur sömuleiðis fyrir samstarfið síðastliðin 4 ár og veit ég vel að þið munum vinna að alúð fyrir bæjarbúa næstu 4 árin.
Bæjarfulltrúi Díana og bæjarfulltrúi Jón Friðrik, þakka ykkur kærlega fyrir ánægjulegt samstarf seinustu 4 ár þar sem alltaf var hægt að leita til ykkar, sama hvað það var og vegnið ykkur vel í framtíðinni, bæjarfulltrúi Jón á Alþingi og bæjarfulltrúi Díana hér áfram í bæjarstjórn. Bæjarfulltrúi og forseti Guðbrandur, takk kærlega fyrir samstarfið seinustu 4 ár. Það er algjörlega ómetanlegt fyrir nýlega eins og mig þegar ég mætti hérna fyrir 4 árum að hafa haft reynslubolt eins og þið með mér í liði seinustu 4 árin. Hafsjór og fróðleg og framlag þitt sem bæjarfulltrúi Reykjanesbæjar seinustu, hvað mörg ár? Það samanskapi alveg ómetanlegt fyrir bæjarfélagið að hafa svona mikla reynslu og vegnið þér vel sem alþingismaður ókomin ár. Samflokksmenn mínir, bæjarfulltrúi Friðjón og bæjarfulltrúi Guðný, takk kærlega fyrir allt saman. Það hefur verið æðislegt að vinna með ykkur seinustu árin og bæjarfélaginu til mikillar heilla að þið verðið áfram bæjarfulltrúar næstu 4 árin. Nýkjörinn bæjarfulltrúi Sverrir Bergmann er heppinn að hafa ykkur með sér í liði næstu 4 ár. Að endingu verið líka að þakka bæjarstjórunum fyrir samstarfið seinustu 4 ár. Meira topp eintaka af manni er vanfundið og þakka ég þið fyrir allt seinustu 4 árin. Megið þú standaði áfram eins vel og þú hefur gert síðustu 8 ár og ég svo sem veit að þú munt gera það. Að lokum til að enda því hjá mér þá vil ég bara óska öllum þeim sem voru kjörin bæjarfulltrúar endurkjörin í síðustu kosningum hjartalega til hamingju með kjörið og til þeirra sem eru ný til hamingju með kjörið og vegnið ykkur sem allra best. Takk hérlega fyrir. Gæti ekki fengið gamalt eintaka sögu Njarðvíkur? Nei, það er uppselt. Takk fyrir þetta, Styrmir. Þá er komið að bæjarfulltrúar sem er búin að sitja hérna ansi lengi, Gunnar Þórarinsson. Hann hefur setið 238 fundi í bæjarstjórn, 239 með þessum í dag og þar af hefur verið að setið sem forseti bæjarstjórnar í 23 fundi. Gerðu svo vel, Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég er búinn að vera ansi lengi hérna, ég átta mig á því núna. Þetta byrjaði náttúrulega með því að láta plata sig inn í þetta. En maður tók áskorunina og skellti sér í þetta. Og þetta hefur verið afskaplega skemmtilegt og gaman. Auðvitað bara eitt af mörgum verkefnum sem ég hef verið að taka að mér. Ég er menntaður húsasmiður og hef byggt nokkur hús. Svo dæmis ég tekið. Ég er auðvitað reykinn líka af því að ég var ber út blöð í gamla daga, smábolli, sem er í raun og veru mjög minnisvætt. Ég hef tekið þátt í íþróttum á mörgum vettvangi, bæði meðan ég bjó í Reykjavík og hér og Kópavogi. Þar var ég allavegana að leika með toppliðum á sínum tíma. En hvað með það? Hér hefur verið afskaplega gefandi að vera í þessari stöðu. Ég hef satt að segja eitt halsverðum tími í það að hugsa og pæla í ýmsum málum sem hafa komið hérna upp. Það er auðvitað þannig að
maður kemst alltaf að annari niðurstöðu sem þegar maður hittir síðan fólki sem er hérna, breytir skoðunum snarlega, en stundum er maður nú harður í horn að taka og það var til þess að ég þurfti að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn. Eða var allu heldur var hent út. Það er auðvitað hérna líka dálítið skemmtilegt að láta það gerast. En það sýnir það að menn voru eitthvað óánægðir með það hvernig ég hagaði mér. Já, það skiptir ekki máli. En hef síðan verið með frjálst afl, stofnaði það ásamt fleirum fyrir 8 árum og það hefur verið afskaplega gefandi. Erfitt að auðvitað vinna yfirleitt í minnihluta en stundum við meirihluta og það er bara ánægður með það. Og það verð ég að segja að ég tel mig hafa tekið þátt í afskaplega skemmtilegum og góðum verkefnum, þarft fyrir íbúana og auðvitað er eitthvað sem hefur ekki tekist nógu vel en það er eins og gengur. Ég hef til dæmis verið afskaplega óánægður með það að við höfum ekki fengið íþróttahús fyrir Njarðvík. Svo dæmi sé tekið. Aðstaðan þar er mjög léleg eins og hún hefur verið undanfarin ár. En það er vonandi að rætast úr því að við fáum nýtt íþróttahús. Ég nefndi það hérna áðan að ég hefði verið að bera út blöð. Ég byrjaði þá á því þegar ég var 7 til 8 ára og bar út blöðin fyrir skólan sem að byrjaði klukkan 8, svo ég vaknaði yfir klukkan 6, hálf 6 til þess að bera út blöðin og hafði mikið upp úr þessu. Einkum og sérílega því að ég fekk aukablöð sem ég seldi niður í Elliðavogi hjá fyrirtækjunum þar. En komst að raunum með það að það var ekki bara tíminn sem að menn sóttist eftir, það var líka mogginn. Ég hugsaði með mér að ég þurfti að gera eitthvað í því og komist í samband við þann sem bar út moggann og spurði hann hvort hann var ekki til í að skipta á blöðum. Og hann var alveg til í það. Ég þurfti að vísa að fara til dreifingarstjórans, Sigurð, og fékk hann til að gefa mér slatta af aukablöðum í viðbót. Og þannig gat ég í raun og veru uppfyllt alla eftirspurn þannig niður í Elliðavogi. En hvað er það? Eins og ég sagði áðan þá hef ég komið víða við. Vænst þykir mér allt þetta íþróttastarf sem að er auðvitað afskaplega gefandi. Og ég hef hvatt börnin mín og barnabörnin til þess að taka þátt í þessu sem þau hafa gert flest af miklu kappi. Og ég öfunda þetta fólk pínulítið af því að mér finnst svo gaman að keppa. Það er svona það eftirminnilegasta sem maður man eftir öllum þessum leikjum. En svo verð ég að taka það inn í þetta dæmi að á heimili mínu var mikið spilað og það var yfirleitt bara bridge og þeir bræður, pabbi og bræður hans voru mættir á hverjum laugardegi að spila og það var auðvitað eitthvað af áfengi við höndina þannig að stundum þurfti að grípa í litla peðið og fá hann að borðinu svo að það væri hægt að hafa spilið áfram. Það var bara hann lagður út í hot sem að var búinn að vera
En þetta er eitt af þeim áhugamálum sem ég hef haft í gegnum tíðina, að spila bridge. Hef líka verið mikið í skák á mínum yngri árum, en er gjörsamlega hættur því. En ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst afskaplega gaman að vera hérna með ykkur eins og áður og við bara þakka ykkur fyrir allt samstarfið. Vona að núverandi meirihluti taki upp verkefnið og komi hlutunum áfram eins og verið hefur. Við þurfum að þroska samfélagið betur og enn og aftur íþróttirnar eru mikilvægar. En þakka ykkur bara fyrir, kærlega fyrir öll þessi ár og alla þessa fundi. Já. Takk fyrir þetta, Gunnar. Þá er komið að manni sem hefur líka setið lengi, hann er sjónamun á undan. Það munar bara einum bæjarstjórnarfundi. Gunnar var með 239 en sá sem tekur til máls hér hefur setið 240 fundi. Þar af einn fund sem forseti bæjarstjórnar. Baldur Guðmundsson gerir svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Það er 12 ár síðan að ég leiddist út í þessa vitleysu. Ég var ekki plataður, narraður eða fenginn í þetta. Mér bara datt þetta allt í einu hug. Ég veit ekki hvort það var af því að ég var að vinna í Sparisjóðnum og sem sagt bæjarstjórnin í sama húsi, þannig að það á kannski beinast við að Sparisjóðurinn var, eins og þið muni eftir kannski, bankakerfið var í algjöru rúst, þannig að það lá beinast við að fara til Reykjanesbæjar þar sem allt var í rúst. Þannig að það var ekki það að 2010 að maður væri að vaða í eitthvað svona verkefni sem að væri ofboðslega svona, þú veist, væri mikill meðbyr. Ég ætla ekki að segja að það hafi verið mikill meðbyr 2010. Það var bara erfitt ástand. Það var erfitt allstaðar. En mér leist ágætlega á þetta og ég gerði mig vonur að komast í bæjarstjórnarbandi líka. Ef einhverju þekkja til þá er ég liðtækur spilari. Og við endurreistum bæjarstjórnarbandið þangað til að það var lagt niður vegna fjölda áskorana frá bæjarbúum. En þetta tímabil, þegar ég býð mig fram, þá nær Sjálfstæðisflokkurinn hreinu meirihluta. Og þrátt fyrir erfiðar aðstæður, erfið verkefni, þá var þetta gaman. Þetta var bara gott lið, mér leið vel í þessu liði og við vorum að gera, að mér fannst, fullt af fínum hlutum. Svo gerist eitthvað sem að Gunnar Þórðarsson var að rifja upp og ég ætla ekki að fara inn í þann rann. En 2014 þá eru allt í einu komin í minnihluta. Það var ekki eins gaman, ekki eins mikið fjör. En ég gaf mig samt allan í þetta og var í menningarráði og þó ég segi sjálfur frá þá var ég bara mjög virkur í því ráði. Vann vel með ráðinu og starfsfólkinu. Bara hélt áfram að leggja mitt að mörkum. Eins og við gerðum í öllum ráðum. Allir mínir félagar lögum okkar fram í öllum þessu ráðum. Það er alltaf þegar við vorum í meirihluta þá heyrði maður reglulega skammir frá minnihlutanum. Þetta var allt ómögulegt. Það var, aðstæða til íþróttafélagana, þetta var algjörlega til skammar. Og alls konar hluti sem við vorum að gera, þetta var algjörlega til skammar. Fjárhagsáætlun, algjörlega til skammar. Svo þegar við komum í minnihlutann, þá vorum við skömmuð af félagunum að því að við vorum ekki að skammast nógu mikið í meirihlutanum. Svo þegar það kemur að þessu kjörtímabili,
þá eru bæði skömmuð fyrir það að vera ekki að skamma meirihlutann nógu mikið og meirihlutin er ennþá að skamma okkur fyrir það sem gerist fyrir 15 árum. Þannig að maður verður að segja það, maður kemst ekki alveg skamlaust í gegnum þetta sko. Það voru meira sem notuð orð bæði í ræðu og rit í Facebook og Twitter og líka hérna í þessum sal að það væri verið að hreinsa upp skítinn sem að Sjálfstæðisflokkurinn skildi við. Já, mér þótti þetta dálítið súrt að þessi verk sem ég lagði fram, ég taldi að ég væri bara komin í þetta af einlægni og heiðarleika og ætla að vinna vel fyrir samfélagið. Einhvern veginn hef ég alltaf verið að gera eitthvað, alveg frá því ég var í skóla og var maður alltaf í einhverjum félögum, stundar sér eitthvað, í fjölbrautaskólanum, í alls konar félögum og síðan var ég að kenna og ég held mér að Jóhann Friðrik hafi verið á námskráni hjá mér. Ég man ekki alveg hvað hann fékk í einhvern veginn, það var... Nei. Og síðan var ég að vinna í Sparisjónu sem var hálfgerð félagsmálastofnun þá til hún hrundi sko. Þannig að mér fannst mjög eðlilegt að ég var ennþá að vinna bara áfram fyrir samfélagið þannig að mér þótti sérstakt að þetta veri kallað skítur sem að ég hef verið að bjóða upp á. Ég er að vísu mjög stoltur af nokkru skítverkum sem ég tók þátt í. Og við getum nefnt eitt hérna, það er bara þetta hús sem við setjum í og fundum í. Ég er mjög stoltur af því að faðir minn tók fyrstu skóflustunguna að þessu húsi. Ég er stoltur af því að hafa tekið þátt í því að klára verkefnið Hljómahöll og koma því í það stand sem það er í dag og hefur verið þvílík lyftistöng fyrir menningarlífi í bænum. Og við erum með flottasta tónlistarskólan hérna og hérna hafa alls konar atriði komið upp sem við hefum ekki getað án þess að hafa þessu Hljómahöll. Þannig ég vil meina að Hljómahöllin sé, svo maður sletta þess, good shit. Ég fekk líka verkefni að vera formaður fræðsluráðs þetta tímabil og það sem við lögðum áherslu á í erfiða ástand og annað að við viljum ná árangri. Við viljum að krakkarnir nái árangri í skólanum. Það er ekki nóg að hafa bara skólabyggingarnar í lagi þó að það sé ekki alltaf í lagi. Við erum að glíma við alls konar myglu hér og þar, sprett upp núna. En það er ekki nóg að öllum líði vel í skólanum, heldur fannst mér að við þyrftum að ná árangri. Við vorum alltaf skotspónn annara af því við vorum neðst á samrænduprófunum. Ef að við náum að byggja upp árangurinn, þá hlýtur krökkunum að líða betur. Og við lögðumst á árarnar með samfélaginu öllu í að ná árangri. Það var ekki bara við, heldur var það fræðslu sviðið, það var kennararnir, skólarnir, foreldrarnir, það tóku allir höndur saman í að byggja upp betri árangur í skólakerfinu. Þannig að á þessu tímabili þá breytist við frá því að vera að allhagi nánast, þannig að við náðum þannig árangri að skólararnir á landi voru komin hingað til að sjá hvað við verum að gera. Þannig að aftur myndi ég segja þetta að væri nokkuð góður skítur. Síðan tók ég þátt í því, ég fekk annað verkefni sem var að vera stjórnarformaður DS. Og ég ætla ekki að eigna mér alla skapaða hluti eitt eða neitt, en ég ýtti þessu af stað að við hættum að reka hjúkrunarheimili. Að við sem sveitarfélög værum að reka hjúkrunarheimili og við vorum að borga með þessu 10 miljóna ári. Af því að þetta var ekki okkar þing og við vorum með vondum aðstæðum og annað. Og við lögðum til og það var ég sem kom þeirri hugmyndin að við myndum heimta, við áttum byggja 30 rýma hjúkrunarheimili, að við myndum fara alla leið í 60 og leggja niður Hlévang eða Garðvang.
Garðvangur var bara síðan fyrir valinu vegna þess að það var í miklu verra ástandi. Þannig að núna erum við með 60 rýma hjúkrunarheimili, mjög gott, en ég sagði leið og það var opnað, næsta skref byggja við hliðina, annað 60 rýma og við höfum að byrja að pankast það strax. Og það höfum við gert. Þannig að ég mjög sáttur við að hafa tekið þátt í þessu. Og hér höfum við minnst á baksýnisgluggann, hvað ekki komið, það var ekki 35 mínútur, ja, 35. Að læra mistökunum. Það svona reglulega verið að núa mann upp úr því. Eins og þú veist, þegar hundurinn skýtur og þegar maður setur nefið að svona í það, sko. Þetta gerðu þið. Ætli ekki að læra mistökunum. Ég myndi halda að sá sem gerir mistökun læri mest af þeim. Það er mjög þægilegt að sitja bara og horfa á einhver aðra að gera mistök og alltaf læra af þeim. Ég vil meina að ef maður gefur sig í þetta, þá á maður að horfa tilbaka, sjá hvað við gerðum rétt, hvað við gerðum rangt. En að ætla mér, þegar ég býði fram, þetta bara til umhugsunar fyrir þá sem eru að koma nýir inn, það eru tveir á hliðarlínunni sem eru á leiðin inn í sætin, að það mjög ósanngjarnt finnst mér að dæma okkar verk fyrirfram á verkum félaga okkar sem unnu fyrir 15 árum við allt aðrar aðstæður, allt önnur verkefni, allt annað lagaumhverfi, allt aðrir íbúar, með þess allt önnur sveitafélag, það eitt sveitafélag búið að sameinast. Þannig að það allt aðrar aðstæður. Þannig að mér finnst alltaf mjög sérstakt ef að mín verk eru dæmd eftir þessari forskrift. Þegar ég kom inn í þetta, þá kom ég algjörlega á mínum forsendum. Það bara ég, Baldur Þóri Guðmundsson, sem ætlaði að leggja mig fram af einlægni, einurð, heiðarleika. Ég kann ekki annað. Ég ætla að reyna líka að hafa gaman að þessu. Það tókst oft, en hef ekki alltaf tekist, stundum hef ég mist mig. Skemmtilegu fyrirlestur sem ég heyrði eftir að ég fekk vinnu hjá hinu opinbera í ráðuneyti, þá var Bergur Ebbi sem hélt fund var með erindi á fundi, svona starfsmannafundur í stjórnarráðinu. Og hann kom með skemmtilega pælingu að segja, þegar að menn detta inn í opinbert embætti, þá byrjar að vera bara, þú veist, einstaklingurinn, Baldur Þóri Guðmundsson. Svo eftir smá tíma þá fer embættismaðurinn að taka meira pláss af persónunni. Og ef maður nógu lengi, þá verður embættismaðurinn 80% og Baldur orðinn 20%. Þess vegna held ég þessi tími til að allavega ég stíga eftir hliðar áður en að ég verð alveg gegnsýrður að þessu og get ennþá haldið smá gleði. Ég semst búin ég fór dálítið inn í þetta að taka þátt í stjórnsýslunni og hef fundið mig bara mjög vel í þessu, hef unnið vel með öllum og ég bara horfi ekki á fólk eftir í hvaða flokki það er. Ég hef oft fengið að heyra, já, þú ert helviti góður en þú ert í kolvetlisum flokki, sko. Bara ég nægi ekki svona hugsun, annarkort ég góður ekki, sko. En ég líður bara vel í þessu og þess vegna ég komin inn í ráðuneyti og núna ég að semja lög. Ég hef ekkert gert mikið af því og sérstaklega ekki lög fyrir Alþingi, sko. En þetta eru lög tónlist, þannig að þetta mjög spennandi verkefni og ég var á fundum í alla daga að taka á þessu. Þannig en bara að lokum þá langar mig að þakka bara öllum, þakka baklandinu, Margréti Sander sem heldur áfram slagnum og Önnu Siggu sem hefur staðið með okkur í þessu og öllum þeim sem hafa verið í ráðunum. Öllum ykkur í bæjarstjórn vil ég þakka og bæjarstjórunum eðlilega og öllu því starfsfólki. Ég hef bara átt gott samstarf
með starfsfólki Reykjanesbæjar og stjórnvöldum. Tók til dæmis þátt í að setja eina sýningu í bókasafninu á síðasta ári, bara mjög skemmtilegt verkefni. Þannig sendi innilega kveðjur til þeirra og ég er mjög þakklátur að Bjössi og Bál sé hérna með okkur. Þetta er mjög traust að hafa þig á kantinum. Og svo vil ég þakka náttúrulega konunum minni sem er búin að þola það frá því að við kynntumst að ég sé í þreföldu starfi. Í fyrsta skipti á minni ævi frá því að ég var lögráða er ég að fara inn í það að vera í einu starfi. Þannig að ég er bara mjög þakklátur og ég er ánægður með það sem að ég lagði fram í þessu verkefni síðustu 12 árin. Þakka fyrir mig. Takk fyrir, Baldur. Ég sagði það á síðasta bæjarstjórnarfundi að þeir sem maður að hætta myndi gefast kostur á að segja hér nokkur orð í lokin. Svo fengum við eitthvað sérstaka póst frá bæjarstjórnum að þetta mætti bara vera 35 mínútur. 35, já. Baldur hefur túlkað það sem 35, en ég gerði strax athugasemdir við það. En ég ákvað bara að túlka þetta þannig að maður fengi 3 til 5 mínútur fyrir hvert kjörtímabil sem maður hefur setið. En svona af því að það er nú þessi dagur og af því að ég held að ég myndi bara fara í eitthvað blackout ef ég ætti að fara að reyna að rifja upp þessa sögu. Þá ákvað ég að skrifa ræðuna mína sem ég hef nú sjaldnast gert nema þá þegar ég hef verið að stauta mig gegnum einhverja bókanir. En ákvað að reyna að fylgja einhverju handriti núna. En ágætu bæjarfulltrúar, að standa hér í pontu bæjarstjórnar Reykjanesbæjar í síðasta skipti er æði sérstakt og það má kannski segja yfirþyrmandi. Þar sem að ég er að stíga úr umhverfi sem ég hef tekið þátt í allt frá árinu 1998. Þegar ég tók sæti í fjölskyldu- og félagsmálaráði Reykjanesbæjar fyrir hönd J-listans. En sá listi var sameiginlegt framboð Alþýðuflokks og Alþýðubandalags. Ég satt síðan minn fyrsta bæjarstjórnarfund 5. júní 2001 og var kjörinn í sveitarstjórnarkosningunum árið 2002 fyrir hönd Samfylkingarinnar og satt sem slíkur eitt kjörtímabil. Fyrir kosningarnar 2006 var síðan boðið fram undir merkjum A-lista af Samfylkingu og Framsóknarflokki og satt ég þar sem oddviti. Ég ákvað síðan að hafna öðru sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir kosningarnar 2010 og steig út úr sveitarstjórnarpólitík og leit á þeim tíma þannig á að þátttöku minni í sveitarstjórnarmálum eða að sveitarstjórnarmálum væri þar með lokið. En staðan var hins vegar sú í aðdraganda kosninganna 2014 að talin var eftirspurn eftir óflokksbundnu framboði og ákvað ég þá að stíga aftur inn á þennan vettvang og bjóða fram undir merkjum beinnar leiðar ásamt hópi góðra einstaklinga. Reyndar urðu flokksbundnu framboðin 2 fyrir þessar kosningar, bein leið og frjálst afl. Og fyrir framboð beinnar leiðar hef ég nú setið sem oddviti í 2 kjörtímabil í meirihluta. Og ég er því eini bæjarfulltrúinn enn sem komið er miðað við fyrirætlanir Styrmis sem hefur átt afturkvæmt í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Og þetta er nú orðinn dágóður tími sem ég hef varið í að sinna sveitarstjórnarmálum. Og samkvæmt talningu sit ég í dag með 325. fund í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. En 2 bæjarfulltrúar hafa hingað til setið fleiri fund en ég, þau Böðvar Jónsson sem satt 453 fundi og Björk Guðjónsdóttir
sem sat alls 328 fundi. Og af þessum 325 fundum sem hef ég setið sem forseti bæjarstjórnarinnar í 93. Og þá eru ótaldir þeir fundir sem ég hef setið í bæjarráði og öðrum ráðum og nefndum, en slíka fundi mætti örugglega telja eitthvað á annað þúsund. En ágætu bæjarfulltrúar, það er margs að minnast eftir þennan tíma og mörg verkefni sem upp á að komið sem standa upp úr. Ég sat í minnihluta í 2 kjörtímabil og á þeim tíma lærði ég margt. Á því tímabili yfirgaf bandaríski herinn landið, hitaveitu Suðurnesja var skipt upp og orkuhlutinn seldur. Ég beitti mér mjög gegn þeirri aðgerð en hafði því miður ekki erindi sem erfiði. Inn í það tímabil kom einnig efnahagshrunið sem setti íslenskt samfélag á hliðina og við erum enn að vinna úr þeim afleiðingum sem hrunið orsakaði, meðal annars því að þúsundir fjölskyldna misstu heimili sín og margir öllu sínu sparifé. Þetta gerði það meðal annars að verkum að verkefnin sem biðu nýrrar bæjarstjórnar árið 2014 voru mótuð á þessum tíma. Ég lærði mikið og sökti mér vel ofan í fjármál sveitarfélagsins, en ekki síður lærði ég á að takast á við andstæðinga mín í pólitíkinni. Þar stóðu upp úr þeir Böðvar Jónsson, vinur minn til fjölda ára, og Árni Sigfússon bæjarstjóri. Við þá var oft erfitt að glíma, enda miklu reynsluboltar á sínu sviði. En það voru ekki alltaf átök. Og eins og Baldur nefndi hér áðan, þá stofnuðum við hljómsveit í bæjarstjórninni eitt árið og komum fram á ljósanótt í mörg ár undir nafninu Bæjarstjórnarbandið. Og eruð meðal annars svo fræg að fara í sjónvarpið og spila þar. Baldur Guðmundsson, fráfarandi bæjarfulltrúi, og Kjartan Má Kjartansson, bæjarstjóri, spiluðu meðal annara í þessari víðfrægu hljómsveit, en Kjartan var á sínu tíma stofffélagi. Að setja síðan í meirihluta árið 2014 var talsverð áskorun, en sem betur fer unnu aðstæður með okkur og hjálpuðu okkur við að leysa þau vandamál sem við stóðum frammi fyrir. Þessi hópur hefur staðið þétt saman undanfarið kjörtímabil og útlitir fyrir að svo verði áfram. Samferðar mínir á þessum tíma eru orðnir æði margir, bæði á hinum pólitíska vettvangi, en einnig hef ég átt mikil og góð samskipti við fjölda starfsmanna sem reynst hafa mér mjög vel. Mér langar til að minnast á gamla bæjarritarann okkar, Hjört Zakaríasson, sem alltaf var tilbúin til að liðsinna mér, sérstaklega á þeim tíma þegar reynsla mín var lítil og ég þurfti að reiða mig á annað og reynslu meira fólk. Þá hef ég einnig átt mikil og góð samskipti við núverandi sviðsstjóra sem einnig hafa reynst mér mjög vel. En ágætu bæjarfulltrúar, mér langar sérstaklega að minnast 2 einstaklinga sem störfuðu með okkur en kvöddu þessa jarðvist allt og snemma. Fyrst vil ég minnast Magneu Guðmundsdóttur sem var bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Þið fyrir ekki við þetta. Og var að forseti allan þann tíma sem hún sat í bæjarstjórn, en hún lést 13. október 2017, langt aldur fram. Einungis 48 ára gömul. Magnea var kjörin í bæjarstjórn árið 2010, en síðan aftur árið 2014. Magnea var vöndumanniskja og umburðarlynd, æðrulaus og þrátt fyrir mikinn vilja minn og margra annara til að koma nú jafnvægi, lét hún ekki haggast og tók á öllu með einstöku jafnaða geði. Magnea sat 162 fundi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Þá vil ég einnig minnast bæjarlögmannsins og gamals skólabróðir Ásbjörns Jónssonar sem lést 3. desember 2019, einungis 60 ára aldri. Það var mikill fengur fyrir sveitafélagið að fá Ásbjörn til starfa á árinu 2015
og reyndist hann sveitarfélaginu mjög vel við erfiðar aðstæður. Ásbjörn var ljúfur og glaðsinna og það leiði öllum vel í návist hans. Ásbjörn sat 45 fundi sem ritari bæjarstjórnar. Ég vil að lokum ágætu bæjarfulltrúar fá að þakka fráfarandi meirihluta fyrir samstarfið þetta kjörtímabil. Vinátta er orðið sem ég vil nota til að lýsa þessu samstarfi okkar því að við höfum orðið miklir vinir og nánir á þessu kjörtímabili. Að öðrum ólustöðum vil ég sérstaklega fá að nefna samstarfið mitt við Friðjón Einarsson, oddvita Samfylkingarinnar. Við höfum alveg frá árinu 2014 starfað mjög náið saman að úrlausn ýmissa verkefna og hvergi brugðið skugga á. Og þar sem Friðjón býr í næstu götu við mig, það voru oft haldnir fundir í eldhúsi hvors annars, eða bara hreinlega út á götu, á Heiðarbrúnni eða Langholtinu. Og það langar mig að lokum að þakka bæjarstjóranu Kjartanum og Kjartansinni fyrir hans góðu störf í þágu sveitarfélagsins, bæði sem kjörins fulltrúa en ekki síður sem ráðins bæjarstjóra, en einnig fyrir mikil og ánægjuleg samskipti í gegnum tíðina. Það yrði mikill fengur fyrir sveitarfélagið ef Kjartan yrði áfram ráðinn sem bæjarstjóri. En ágæta bæjarstjórn, allt tekur enda og nú er komið að kveðjustund þar sem að mörg okkar hverfa nú til annarra verka, en einhverju bæjarfulltrúar sitja áfram sem af hinu góða. Því ekki gott að öll reynsla hverfi úr bæjarstjórn á einu bretti. Og þar sem að ég einn af þeim sem hverf nú að vettvangi sveitarstjórnar, vil ég nota tækifærið og þakka ykkur öllum samstarfið og óska ykkur velfarnaðar í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur. Það að fá tækifæri til að sitja í bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur gefið mér mikið og mun skipa stóran sess í minningabankanum mínum til allrar framtíðar. Takk fyrir mig. En ágætu bæjarfulltrúar, þá dagskrá tæmd og við það ekkert að vanbúna annað en að loka þessu fundi og ég vil að endingu fyrir hönd bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þakka starfsmönnum sem hafa undirbúið og haldið utan að fundir bæjarstjórnar færi fram eftir settum reglum. Þá vil ég einnig færa starfsmönnum Reykjanesbæjar og nefndarmönnum öllum bestu þakkir fyrir þeirra framlag á nýliðnu kjörtímabili. Ég segi því 632. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.